Ég heiti Freysteinn og ég aðjúnkt í auðlindadeild Háskólans á Akureyri. Ég sjálfur kláraði sjávarútvegsfræði hérna við Háskólann á Akureyri á sínum tíma. Það eru mikil tækifæri með sjávarútvegsfræðigráðum og sérstaklega svona ef ég horfi bara á mig sjálfan fyrir ákveðinn undirbúning fyrir atvinnulífið. En það er líka óbúslega gott nám undir jafnvel frekara nám í kjölfarið. Þeir sjávarútvegsfræðingar sem ég útskrifast með og þeir sjávarútvegsfræðingar sem hafa verið að útskrifast á undanförnum árum eru til dæmis að starfa innan sjávarútvegsfyrirtækjanna sjálfa, sem þá gæðastjórar, framleiðslustjórar, verkefnastjórar, framkvæmdastjórar og síðan við sölu á fiski. Námið er bæði verklegt og bóklegt og það er alveg talsvert það að við förum sem sagt í verklega tíma og þegar við förum í þessa verklegu tíma þá erum við til dæmis að fara út á sjó, erum að veiða fisk og komum síðan með hann jafnvel í land. Það sem er svo skemmtilegt í sjávarútvegsfræðina er að þarna kemur fólk alls staðar á landinu með mjög mismunandi reynslu úr sjávarútvegi. En það er einnig fólk sem hefur jafnvel enga reynslu úr sjávarútvegi, sem er bara allt í góðu lagi. Og þannig að þetta er svona fyrir fólk sem er þá að vinna í sjávarútveginum og vill þá mögulega ná lengra. En síðan líka bara fyrir fólk sem langar til að kynnast þessum heimi. Námið er mjög persónulegt, það er gott aðgengi að kennurum, til dæmis hjá mér. Þá eru dyrnar alltaf opnar og það er auðvitað eitthvað sem heillaði mig mjög mikið við þetta nám. Og síðan auðvitað er þessi heimur, sjávarútvegsheimurinn, að þegar við erum að tala svona hefðbundið sjávarútveg og svo allar þessar hliðargreinar sem tengja sjávarútveginn sem er auðvitað gríðarlega stórt. Þá er samt í grunninn þessi heimur ekkert endilega rosalega stór. Og þetta er svona oft á tíðum svolítið sama fólkið, þannig að það er til dæmis auðvelt að næla sér í tengsl og þekkingu inn í þessum heimi. Sjávarútvegsfræði er fyrir alla, þannig að þetta er fyrir fólk af öllum kynjum, allir þeir sem hafa áhuga á þessu. Og síðan þá jafnvel bara fyrir fólk sem hefur áhuga á einhverju tengdu sjávarútvegi.